Eitt skelfilegasta tímabil sem íslenska þjóðin hefur þurft að þola síðan móðuharðindin gengu yfir valdatímabil vinstri stjórnarinnar svokölluðu. Þegar byltingarsinnaðir trotskíistar sátu í ríkisstjórn ásamt tækifærissinnuðum jafnaðarmönnum undir forystu Steingríms Hermannssonar eða Stóra Rauðs eins og hann var kallaður. Skelfingu lostinn almúginn lagði umsvifalaust á flótta úr þéttbýli sem leiðir á til Keflavíkur þar sem eini flugvöllur landsins var staðsettur í þeirri von að komast óhultur úr landi. Þeim sem ekki komast undan var gert að reisa í sjálfboðavinnu gríðastór hverfi, alþýðu blokkirnar svokölluðu, þaðan sem fáir áttu afturkvæmt. Fljótlega fór að vera á tilfinnanlegum skorti á mat og ýmsum öðrum nauðsynjum. Gríðarlegar biðraðir mynduðust og glundróðin var alger þegar núorsoltinn almúginn reyndi í örvæntingu að verða sér út lífsnauðsynjar. Ríkisstjórnin greip til þess ráðs að hefja framleiðslu á alþýðutólkinni svokölluðu en í henni voru öll næringarefni samkvæmt forskrift yfirvalda í Kreml. En hvorki tólkin hið dularfulla gúllasinn að vinnandi stétta dugði til að seðja nístandi hungur almennings. Til að bæta gráu ofan á svart kynnti nýskipaður forsætisráðherra þjóðnýtingaráætlun sína. Hinn svokallaða rauða vetur, en kjörorð áætlunarinnar voru þjóðnýting í almannaþágu. Fyrsta verk ríkisstjórnarinnar var að koma á vinstri umferð, fjarlægja malbik og annan óþarfa munað og jafna hverfi auðmanna við jörðu. Perlan svokallað var rifin og vatnstangarnir í Öskjuhlíð voru tæmdir í því skyni að koma þar fyrir höfuðstöðvum öryggislögreglu ríkisins. Líkt og í öllum öðrum kommunistaríkjum fylgdu í kjölfarið ægilegar hörmungar á borð við ofsaveður, jarðskjálfta, eldgos og aðrar náttúruhamfarir. En þegar neyðin stærst hjálpin næst. Hugvitsamir vísindamenn úr röðum hægrimanna höfðu á laun unnið að þróun bóluefnis gegn vinstri plágunni sem þeir kölluðu svo í leynilegum tilraunastofum í kjallara Valhallar. Smátt og smátt tókst vísindamönnunum að bólusetja nauman meiri hluta kjósenda gegn vinstri villunni og komst á aftur á röð og regla í landinu sinn.